Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Örvar Friðriksson missti konuna sína Berglindi Guðmundsdóttur í október síðastliðnum eftir 7 ára baráttu við krabbamein. Í símanum hennar leyndist mikið af auglýsingum frá ferðaskrifstofum og Örvar fékk þá hugmynd að reyna að færa heiminn nær þeim sem af einhverjum ástæðum get ekki ferðast. Með hjálp tækninnar nefnilega hægt að standa á sviði með uppáhaldshljómsveitinni sinni og heimsækja framandi staði, líta upp og niður og í allar áttir og finnast eins og maður sé á staðnum. Við hittum Örvar í vikunni. Byrjunin í rauninni verður til þegar kona mín deyr eftir 7 ára baráttu við krabbamein. Og þegar ég tek símann frá henni á líknardeildinni fyrir að skoða tölvupóstinn frá henni, tölvupóstinn í símanum, þá sé ég að einu póstarnir sem hún að fá dagana sem hún að deyja eru póstar frá ferðaskrifstofum og fyrir utan alltaf tölvupóstar frá mér. Ég fór að hugsa í framhaldi af því hvað ef með núverandi tækni, drónum og tækni sem að reiða sér til rúms núna, sýndarveruleiki, að geta komið með heiminn til fólks í svipaðri stöðu og Berglind var í og í rauninni til allra sem get ekki ferðast og breytt lífið þeirra. Hvað ef ég get gert það? Þannig að leið og ég var búinn að gera þarna að þá fór ég til Bandaríkjanna, til New York og leitaði með tengsla til þess að sjá hvort þetta væri raunhæfur möguleiki. Örvar hefur alltaf verið tölvunörd eða tölvutöffari eins og hann kýs að kalla það og unnið mikið við upplýsingatækni síðustu ár. Síðast vann ég hjá Lýsingu sem grafíska hönnun, kerfistjórnun og forritun. Þar fyrir utan hef ég gaman að gera vídeó, taka ljósmyndir og allt sem svona skapandi. Og það minn svona aðal bakgrunnur. Örvar hélt til New York þar sem hann skoðaði dróna og þá möguleika sem þeir geta haft fyrir hann. Í framhaldi af því ræddi ég við aðilaga sem vinna í New York í kvikmyndaiðnaðinum hjá School of Visual Arts og þess talaði við nígeríska kvikmyndaframleiðendur. Svona fór að skoða mismunandi sjónarhorn þeirra og hvernig þeir sjá fyrir sér framtíðina með kvikmyndatöku á drónum. Og það var síðan þegar ég kom heim að fór að skoða búnaðinn betur að þá sá ég að DJI fyrirtækið var að bjóða upp á þróunarsamning við sprotafyrirtæki og ég lagði til lausn sem byggist á því að stýra kamerunni á drónunum yfir örugga nettengingu, til dæmis þar sem drónin fljúgandi yfir Íslandi, að þá getur einhver í Norður-Ameríku eða Ástralíu stýrt kamerunni á drónunum í beinni útsendingu yfir neti. Vanalega taka þeir sér 5 daga til þess að samþykkja svona hugmyndir í slíkan þróunarsamning. Þeir samþykktu þetta á 3 tímum og sögðu af hverju datt okkur þetta ekki í hug. Og síðan hefur boltinn rúllað. Örvar nú nýkominn heim úr sinni annarri Ameríkureisu. Í þetta skiptið hélt hann til San Francisco, Los Angeles, Seattle og Las Vegas. Í þessari ferð hitti ég ýmsa áhugaverða einstaklinga hjá stórfyrirtæki á borð við Google og öðrum fyrirtækjum í Hollywood og síðan ekki síst Eirík Hrafnsson hjá Green Cloud sem íslenskt fyrirtæki
og hann hefur tekið mikinn þátt í því að móta þessa vöru sem við erum núna að fara að framleiða. Og viðtökurnar segir Örvar hafa verið góðar. Google er mjög hrifin að þessu. Þetta er eitthvað sem þau eru mjög spennt fyrir vegna þess að allt sem er frítt er gott. Og það sem Consol er að gera með rimur þjónustunni er að færa heiminn til fólks frítt. En hvernig sérðu fyrir þér að þetta virki bara fyrir hinn almenna borgara? Hvernig virkar þetta? Þetta virkar þannig að þú tengir þig við Consol í snjallsímaneðinu og getur síðan með til dæmis Google Cardboard sem er svona pappírsútgáfan af gleraugunum, sett símaðinn inn í það eða þú getur farið út í dýrari búnað eins og frá Samsung og væntanlegan búnað frá Sony sem heitir Project Morpheus og síðan ekki síst Oculus Rift, Crescent Bay sem er búin að vera í þróun núna í allangan tíma og þannig að það er ýmsar leiðir í boði fyrir þetta til þess að virka. En með þjónustunni sem Consol er að gera þá lokkar þið inn bara þinn aðgang og tengir bara allar þínar upplýsingar við alveg eins og þú býr til Amazon-account og þegar þú er komin inn þá ertu með heiminn í símanum og til þess að upplifa hann í 360 gráðu sýndarveruleika þá þarftu þessi gleraugu. Örvar og félagar stefna á að byrja að framleiða efni í næsta mánuði og hefja leik á heimavelli. Við ætlum að taka upp alla flottustu staðina á Íslandi og við ætlum að fókusa líka svolítið á þessa ferðamenn sem eru að missa af Íslandi. Við sjáum fyrir okkur að vera bara í Leifsstöð með svona gleraugu og pikka fólk sem er bara að stoppa einn dag og kynna þau fyrir Íslandi og segja af hverju þetta ekki að ferast hingað þrátt fyrir aukinn ferðamannastraum til Íslands eins og við erum búin að sjá síðustu ár með Inspire by Iceland og því góða starfi sem Íslandsstofa hefur verið að gera þá er heilmikið af fólki, sérstaklega Bandaríkjamönnum sem hefur ekki hugmynd hvað Ísland er. Þau halda að þau geta tekið lestingað frá Norður-Ameríku. Það er ofta spurningin Þannig að við sjáum fyrir okkur tækifæri að hjálpa öllum ferðaiðnaðinum á Íslandi og auka starfsemi þeirra. En fyrir Íslendingar sem vilja kannski sjá eitthvað annað en Ísland? Við ætlum að filma flottar staðsendingar í heiminum, til dæmis í París, píramídana í Giza, við ætlum að fara til Ástralíu og til Asíu vegna þess að okkar aðal kunnahópur í rauninni Bandaríkjamarkaður en reglugerðir þar leyfa í rauninni ekki drónaflug eins og staðan er í dag. Það er mikil hiti í umræðum þar drónaflug þannig að við munum í rauninni ekki filma neitt þar. Við ætlum að fara á þessa staði þar sem við höfum gott aðgengi að flugi og taka upp slík ferðalög. En er þetta ekki kannski, hvað kostar svona gleraugu fyrir bara venlegan mann út í bæ? Maður er kannski ekki að fara að fjárfesta í svona sjálfur eða hvað? Ég hef fengið oft þessa spurningu og þá segi ég hvað borgarðu fyrir snjallsímaðinn? Þau segja 100 skall, 200 skall, það er ekkert stórmál. Þú getur farið í ódýrustu lausnina sem er pappaútgáfan frá Google og heitir Google Cardboard. Hún kostar $20. Það er svona eins og ein góð máltíð á McDonald's. Síðan getur þú farið út í stærri búnaðinn sem þú er búin að sjá hér sem er frá Samsung. Það eru $200. Þannig að kostnaðurinn er ekki ýkja mikill með þá möguleika sem þetta hefur fórum að bjóða. Berglind var 37 ára þegar hún lést í október síðastliðnum eftir tæplega 7 ára baráttu við krabbamein. Eins og Örvar sagði, kviknaði hugmyndin upp frá veikindum hennar og hann viðurkennir að það sé skrítið að hafa gengið í gegnum síðasta hálfa árið án þess að hún fái að upplifa afraksturinn. Jú, það er það og mér finnst eins og Berglind sé að vaka yfir mér eins einkennilega eins og það hljómar. Þetta er ákveðið karma sem maður er að upplifa vegna þess að markmiðið er svo gott og það er að hjálpa fólki.
og þegar maður er með það í bakhöndinni að þá fær maður svo mikið meðbyr og það eru allir að vilja gerðir til þess að hjálpa og láta þetta verða að veruleika. En ég held að hún er mjög stolt af þessu sem við erum að gera. Verkefnið heldur sífellt áfram að vinda upp á sig og Örvar og félagar eru hvergi nærri hættir. Nei, við erum ekki hætt. Konsól er með mjög gott og breytt starfsfólk. Við erum með fólk úr öllum áttum og við erum í vöruþróun, tengdum vörum sem við munum selja til Google og Amazon og Apple og þetta tengist allt því sem við erum að gera með hann global katalóg og þjónustunni að færa heiminn til þín. Og þannig lýkur Íslandi í dag þetta kvöldið. Við verðum hér aftur á morgun, þangað til verið sæl.